Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp að þessu sinni í Pakkhúsinu. En þátturinn helst til stuttur í dag, en það nú vegna þess að við ætlum að sýna aðeins frá skíðamóti. Skíðalandsmótinu. Sem haldið hérna fyrir norðan. Á sama tíma og við að halda AK Extreme. Já, AK Extreme bretta og tónlistarhátíð sem ég veit að mjög margir eru spenntir fyrir, enda stóru viðburður þar á ferðinni og líka bara einhvern veginn fyrir alla. Í Gilinu til dæmis annað kvöld verður Big Jump keppni sem við ætlum að sýna. Var einmitt að fá upplýsingar viðhorf Akureyringa til AK Extreme. Já, við vorum að fá rannsókn. Já, sem fyrir mig á eftir. Við ætlum líka að hitta Valgeir Guðjónsson. Hann ætlar að koma til okkur og ég vil taka eitt lag. Það var ekki nýja plötu. Og síðan ætla að tala við þá hjá Höldur, en þeir voru að fá verðlaun. Umhverfisverðlaun hafa vist lagt gríðarlega áherslu á að vera umhverfisvænir. Sem er ekki kannski að fyrsta sem maður hugsar varðandi bílaleigur, en kannski fínt að koma það framfæri. Við ætlum að sýna þessa Big Jump keppni í beinni útsendingu á N4 á laugardagskvöldi klukkan 9, þannig að þið getið fylgst með eða mætt á staðinn. Nákvæmlega. Og þeir eru komnir hérna, Reinar og Geiri, til að segja okkur aðeins frá AK Extreme og hvers má vænta af helginni. Þetta byrjaði eiginlega í gær eða hvað? Já, fyrsti viðburður var í gær. Það var hérna svona King of the Hill keppni. Brunkeppnin á topp í botn, þar sem allir fengu orkudrykkjuglas og brettinu raðað upp og svo sett svona startlína. Allir að hlaupa með orkudrykkjuglasinu sínu, setjast niður, smella sér í brettið og bruna niður. Og það mælt hraðastu niður og með mesta magn af drykk að það í glasinu. Já, það ekkert svona Chinese downhill í þessu? Já, þetta er svona. Þetta er þannig? Það má sund og reyna allt svona leifilegt innan hólegra marka, sko. Já. Allt til að vera með smá vildur en snyrtimennskan í fyrirrúm. En þessi hátíð einmitt kannski meira eins og bara skemmtilegu viðburður fyrir alla frekar en kannski svona íþróttamót beint. Já. Er það ekki? Jú. Þetta er svona hátíð eiginlega meira. Við lítum á þetta sem svona uppskýruhátíð snjóbrautarmanna. Já. Þetta er okkar árstíð, sko. Já. En þetta hefur ekki snúist mikið keppnir sem slíka. Og þó svo að, svona kannski einn stærsta snjóbrautarkeppni ársins er haldin í Gilinu ár hvert, að þá er þetta svona boðsmót. Það er valið inn á það, en þetta er svona sýningarkeppni. En er það ekki eðlilega kannski snjóbrauta heimsins að þetta er meira lífstíl heldur en svona þessi íþrótta pæling, svona félagar? Já, þetta er ekki svona hefðbundið eins og maður mætir eitthvað æfingar og þarf að gera arbeigir og eitthvað svona, bara mætir og skemmtir sig með félagunum og það er engin rétt leið til að gera þetta, bara það sem að skemmti þér og þínum og AK Extreme er pínu þannig, þetta er bara hömlaus gleði og hamingja og fólk að skemmta sér og gera flotta hluti fyrir áhorfendur og skemmta öðrum og hann hefði að vera fyrst okkur. Og kannski mættum við fleiri íþróttafélög taka sér til það til fyrirmyndar. Það megi bara vera gaman. Já. Er ekki svolítið verið að koma því? Nei. Ég held því bara fyrir okkur. Já. En er það rétt að þetta er stærsta mótið, snjóbrautarmótið á Íslandi eða? Já. Eða viðburðurinn allavega? Viðburðurinn, já, alveg, klálega. Og svo með öll þessi fjöll á Íslandi sem að nokkrir Íslendingar hafa orðið varið við, að þá er samt sem að stærsti pallurinn haldinn innanbæjar á það settur upp innanbæjar. Sem er vesen. Þetta er meiri átt þetta. Það er miklu stærri pallur upp í fjalli til dæmis núna sem búið að setja upp. Við erum með hérna svona Evrópustandard, bara mjög gott svona freestyle park í fjallinu. Og núna er Austurríkismaður sem Íslendingur sem býr í Austurríki sem kom hingað heim, að flogið á okkur heim til að shapea þetta bara og laga til. Og þarna væri hægt að keppa, sko, en þetta er gert niður í bæ, en þar komast allir að. Þú færð ekki 7000 manns til að keyra upp í Hlíðarfjall og taka og lappa upp í mitt fjall og raða sig um pallar. Það bara gerist ekki. Og það er náttúrulega sikka okkur með þessu. Já, þetta er sýning. Þetta líka vekur ákveðna athygli erlendis, það er ekkert margir staðir í heiminu sem að maður getur komið og gert þetta, sett upp einhverja gáma og riggað upp einhverju timburtréverki og hent snjó á það innanbæjar. Þú veist, ef við ætlar að gera einhverju stórborg út í heimi, það bara var í 2-3 prósess að fá leyfi fyrir þessu. En hvað talandi þá sem að fara að keppa? Hver þið svona spenntasti fyrir að sjá? Ég eiginlega alltaf spenntasti fyrir að sjá bara lokalstrákana. Svona eiginlega ár hvert kemur einhver ungur strákur og kemur svona aðeins óvart. Og það er einhvern veginn það sem hefur alltaf svona aðeins staðið upp úr í mér.
En við ætlum aðeins að tala þessa könnun. Já. Þið náttúrulega vissu eiginlega ekkert það. Nei, bara fyrsta þetta er alveg sko, þetta er glóðuvolt sko, hérna úr prentun. Já. Gerðu hérna í Háskólabrú Keilis, gerðu nefnilega könnun, viðhorfskönnun gagnvart bæjarhátíðum á Akureyri. Já, frábært. Og þá kom í ljós að AK Extreme var svona, fékk næst jákvæðustu umtalið viðhorfið á eftir Akureyrar vöku. Já. Þannig að AK Extreme trónir hærra heldur en margar aðrar hátíðir sko, sem haldar hérna á Akureyri sko. Það er stórgóður. 71% Akureyringa eru mjög ánægð með AK Extreme sko. Já, frábært. 71% sko, já, var það ekki, jákvætt. Og svo voru tölvöru hluti hlutlaus. Já, svo fóru einhverja svona greiningar hvar í hverjum fólk væri neikvætt og jákvætt sko, þá kom í ljós til svona á Brekkunni og þá var fólk eitthvað sko svona meira pyrra heldur en annars staðar. Það er kannski þegar gilið lokað þarna í 2 daga, en það skiptir ykkur. En það eru bara 5% sem segist vera neikvæðir. Já, bara 5% akkur sem er neikvæðir sko. Þannig að Þetta er stórgóð. Já, þetta er það nefnilega. En já, það er frábært, mætingin hefur verið frábær. Ár eftir ár, stundum hefur verið sko leiðindaveður og eitthvað og stappaða fólki. Og þetta er svo gaman. Og fjölskylduvænt, þú getur farið með krakkana og þetta er eitthvað svona event. Þetta er líka einhvern veginn sko svona, veit ekki, það hefur alltaf þurft að sanna sig og alltaf þurft að svara fyrir sig þessi brettatengdu viðburðir sko. Já, ég veit það. Það erum alltaf svolítið, það er alltaf að benda á okkur sko. Er þetta bara villidýr? Já, kannski gaman að fá þetta á prenti, þetta sé svona jákvætt við til þess að í dag sko. Stórgaman. Rokkarar á Akureyri. Já. Heyrðu, en allavega þá bara hvetja fólk til þess að mæta í Gilið á laugardagskvöldi og fylgjast alltaf með því að það er stór mikil hátíð að öðru leyti og fara bara inn á Akureyri Extreme. akx.is. Já. Það er dagskráin og Og fullt af flottum tónlistaviðburðum. Sjálfinn er bókaðar alla helgina. Sjálflega að gera. Verðum við hérna í göngugötunni í kvöld, verður svona jipmót, handrið og svona pallar og tónlist og skemmtilegt. Hvetjum fólk til að mæta það. Að gera. Takk fyrir að koma strákur. Við fylgjumst auðvitað spennt með og minnum fólk á að við ætlum að vera í beinni útsendingu klukkan 9 á laugardagskvöldið og sýna frá Big Jump keppninni. Þannig að fyrir ykkur sem ekki eigið heima gegn að stilla á N4 eða á netinu, n4.is. Við ætlum að halda áfram í föstudagstættinum bara eftir augnablik.